Mamma. Niðri beið hans full skál af köldum vespugraut. Villi hámaði í sig grautin og sleikti skálina vel. Búin, mamma. Gott hjá þér, Billi minn. Við pabbi þinn þurfum að fara í innkaupaleiðangur inn í þorpið og á meðan verður þú að hafa auga með hlutunum hérna. Við verðum komir fyrir kvöldmat, er það ekki í lagi? Jú, sagði Villi. Hann fylgdi þeim að hliðinu og vinkaði þangað til þau hurfu úr augsýn. Þá flýtti hann sér aftur inn í húsið, en þegar hann hljóp inn í eldhúsið skelti hann hurðinni svo fast á eftir sér að gamli postulínshundurinn datt ofan af hillunni og brotnaði í 1000 mola. Villi fölnaði. Hann vissi að mamma þótti mjög vænt gamla postulínshundinn. Ó, bra, hver snigillinn, hvað á ég að gera? En í sömu andrá var barið á bakdyrnar. Vinir hans voru komnir. Ætlar ekki að koma út að leika, Villi? Spurði Sjonni. Bra, nei, svaraði Villi. Komið inn, ég að passa húsið meðan mamma og pappi í þorpinu og sjáu þið hvað gerðist þegar ég skelti hurðinni. Villi, sagði Halli. Þú færð að kenna á því fyrir að brjóta postulínshundinn, er það ekki? Af hverju felur ekki bara brotin? Spurði Sjonni. Nei, mamma tæki eftir því að hundurinn væri horfinn. Það er augljóst, gobbul, gobbul, sagði Ívar. Það er augljóst mál að það þarf að líma hundinn saman. Já, auðvitað, sagði Sjonni og var þegar búin að skipuleggja verkið. Hvar er þvottabalinn hennar mömmu þinnar? Andartaki síðar var þvottabalinn komin á mitt gólfið. Þeir fylltu nú balana vatni og Sjonni hrærði hveiti saman við. Er límið tilbúið? Spurði Villi. Já, ég held að þurfi meira hveiti, svaraði Sjonni spekingslega og þeir sturtuðu restina af hveitinu úti og Sjonni hrærði þangað til hann var orðinn þreyttur í handleggnum. Ég held að sé tilbúið, sagði Sjonni. Þá hrópaði Daddi. Heyrðu, Villi, mamma þín og pabbi að koma. Nú var Villi hræddur, postulínshundurinn í 1000 molum. Ó, hvað á ég að gera? Bra, ég verð hundskammaður, hrópaði Villi og hljóp og stökk herbergið eins og vitfirringur. Hann steig ofan í límklessu og... Á, 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 á! Æpti Villi og datt beint ofan í balan svo að límið slettist út allt. Í sömu svifum opnaði Marta dyrnar og glápti á þá undrandi. Hún sagði Hólmgeiri að þvo þeim undir dælunni og á meðan hún hreinsaði óþverran úr eldhúsinu dældi hann og dældi. För skrampinn! Síðan þurftu þeir að þurrka sér við arineldinn og taka inn meðal svo þeir fengi ekki kvef. Og þegar Marta sá postulínshundinn mölbrotinn gaf hún Villa aðra steið af meðali og senda hann í háttinn. Það leið langur tími þangað til Villa var treyst fyrir húsinu aftur. Góða nótt.